kannski 4-1 lokanniðurstaða á Hlíðarenda gefur kannski ekki rétt að mynda af leiknum samt eða hvað? Nei, ég gerir það nú ekki fannst mér en eftir dabra fyrri hálfleika þá fannst mér við vera betri aðilinn stóra hluta seinni hálfleiksins og í stöðunni 2-1 fannst mér við vera töluvert líklegir til að jafna heldur en þeir að komast í 3-1 en við fáum á okkur þriðja markið sem að þú veist getur vart flokkastundin eitt annað heldur en trúðamark. Þú veist þetta er bara þetta er nánast eins og bara klippt út úr klaufaborðunum að fá þessu svona mark og það drepur í raun og veru leikinn en eins og mér fannst við slappir í fyrri hálfleik að þá var ég mjög sáttur við hvernig við komum út í seinni hálfleikinn og það er klárlega eitthvað sem við getum tekið með okkur í næstu leiki. Þú gerir breytingu í hálfleik svona hvað var farið yfir leikur liðsins skánaði til muna í seinni? Já, það bara, þú veist, það voru bara 10 menn inn á 10 útispilar sem hlupu og vörðust og voru raun og veru með í leiknum. Það var ekki raunin í fyrri hálfleik og þess vegna gerðu þessa breytingu og það hjálpar þess að ekki einu færri þegar þú ert að spila og þannig að þú veist, bara aftur segja, margt gott í seinni hálfleik, við komum okkur í fína stöður og vorum mun öflugri í návíum og vorum mun öflugri stóran hluta leiksins varnarlega, stóran hluta hálfleiksins varnarlega heldur til dæmis í fyrri hálfleik þar sem að við leifum 2 skot fyrir utan teig, förum ekki í mannin, töpum ekki að návíum og erum á eftir, erum ekki grimmir þegar við töpum boltanum en mér finnst það lagast í seinni hálfleik og þú veit, ég ætla að leyfa mér að taka það með mér í næsta leik. Það er svona ekstra súrt kannski að fá þetta mark þá á sig eins og það var? Já, það var bara, þú veist, og það er bara svolítið saga sumarsins eða saga undanfarna leikja það að þú veist, oft þegar við erum að klóra okkur í leikja þá fáum við okkur auðveld mörk, að fáum við okkur klaufamörk, fáum við okkur mörk sem að þú veist, við eigum undir öllum eðlilegum kringumstæðum að geta komið í veg fyrir en þú veist, menn búa sér til sína eigin heppni og menn búa sér til sína eigin örlög og við þurfum bara að vera meðvitaðir það að akkurat núna erum við að fara í 5 leiki sem að skera úr hvar við endum í deildinni og sem betur fer að þá höfum við örlögin ennþá í okkar höndum og erum með lið fyrir neðan okkur þannig að fyrir okkur snýst þetta bara að mæta á sunnudaginn á móti hverjum sem ég hef ekki hugmynd hverjum við mætum, hvort það mæti Vestri eða Fylki mæta þeim á sunnudaginn og byggja ofan á það sem við gerum vel í seinni hálfleik og bæta varnarleikinn. Takk hérlega Óskar.